Fjarlægjum að sjálfsögðu hnífana, en hvað meira? Hnífapörin bara ein birtingarmynd af djúpum samfélagslegu vanda. Ætlum við ekkert að skoða hvers vegna synir okkar ganga með hnífa á sér. Ok, þarna kemur hann með góðan punkt. Ég get alveg verið sammála þessu. Málið er að hnífar eru svona hlutur sem þú getur aldrei fjarlægt. Þú getur leitað að þeim og tekið þá, en þetta eru bara, hnífar eru líka tól, hnífar eru verkfæri. Þetta er birtingarmynd af allt öðrum vanda. Þetta er birtingarmynd af það að samfélagið er orðið einmitt vonlausara. Þegar þú sérð ekki neina framtíð, þá hikar ekki við að stinga einhvern. Ef að ég myndi lenda í átökum, ég myndi ekki stinga mann þó ég væri með hníf á mér, nema ég myndi bara líta á það að líf mitt er komið í hættu eða líf fjölskyldar minn er komið í hættu vegna þess að ég veit afleiðingarnar. Ég veit það að ef ég sting einhvern, skiptir ekki einu sinni máli að ég drep hann, líf mitt eins og ég þekki það er búið. Það er eitthvað sem ég er bara ekki tilbúin að fórna. Nema, eins og segja, annarkvort að bara hreinlega líf mitt lægi við eða líf fjölskyldu minnar, þá myndi ég gera það, ég viðurkenni það alveg. En ekki neinu öðru tilfelli, einfaldlega vegna þess að þá veit ég að líf mitt er mér meira virði en það að ég myndi kasta því frá mér til að stinga einhvern í reiðiskasti og þannig virkar þetta okkur flesta. Það virkar þannig fyrir okkur langflesta en svo ertu komið með aðila sem er bara þannig, lífið er að annarkvort skiptir það engum máli eða þeir eru með svo ofboðslega fljótvirkir að þeir hika ekki við að gera það. Þá ertu komin á einmitt staðinn sem að þarf að fara að greina vandann. Þá ertu komin með þegar einhver tekur sér til og stingur mann, ungur drengur eða ég vil fara í næsta þetta eða ung stelpa, að þá ertu komin á þann stað að það eru 2 líf sem eru í hættu eða glatast og það eru vegna þess að líf unga mannsins er náttúrulega bara búið. Ég er ekki að segja við að vorkenna honum eða neitt svoleiðis, en það breytir því ekki að líf hans er búið eins og hann þekkir það. Það verður ekkert aftur snúður þessu. Það er ástæðan fyrir að við flest myndum aldrei gera svona. Við verum að koma mönnum á stað þar sem þeir hafa einhver að tapa. Aðilar sem hafa engu að tapa, þeir gera hvað sem er. Það er ástæða til dæmis fyrir því að þú sér þessa rosalegu byssumenningu í Bandaríkjunum fyrst og fremst á svæðum þar sem að það er ekkert líf þar. Og fólk sér ekkert líf þar. Fólk sér bara eitthvað endalaust, þetta er endalaust barátta, ströggl, lífið er einskis virði. Við þurfum að gera lífið einhvers virði fyrir fólki og þá hættir að ganga með hníf á sér. Ég er ekki að segja sem einhverja töfralausn á því hvernig við eigum að gera það nákvæmlega. Ef ég væri með það, þá væri ég kannski í einhverjum nefndastörfum, en það sem að gerist í kjölfarið á þessari hnífstungu árás er að kallar í jakkafötum og konur í fínni dragt bara að tala við aðra kalla í jakkafötum og aðra konur í fínni dragt og segjast að fara í eitthvað átak, klappa sér svo á bakið og ekkert gerist. Við erum ekki að sjá menn eins og Davíð Bergmann sem ég ræddi við sem að vinna með vandraða úlingum og hefur gríðarlega þekking á málefnu, þessum mönnum er ekki einu sinni boðið að borðinu þegar á að koma að því að fara að gera eitthvað í þessu. Við þurfum að gera lífið einhvers virði fyrir fólk og þá munu þau kannski hætta að ganga með hníf á sér.